Þá komið að 7. lið á dagskrá. Það hagsmunaskráning bæjarfulltrúa, reglur og næstöku til máls bæjarfulltrúa Andri Teitsson. Næst, elskar. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, ég vil nú hrósa bæjarstjóranum fyrir frábært viðbragð. Það myndi svona á útsvars takta. En já, ég ætla að fjalla stuttlega þessi drög sem að liggja fyrir okkur að reglum skráningu á fjárhagslegum hagsmunum og trúnaðarstörfum. Og þessar reglur eiga að taka til aðal- og varamanna í bæjarstjórn. Það sé eftir umræðu hjá okkur. Leiðbeiningar, segir hann hérna. Hagsmunaskráningu. Hvað skjala? Já, bara heitin. Já. Ég er ekki að horfa hérna á nákvæmlega rétta útgáfu, en við ætlum að kynna leiðbeiningar skráningu á fjárhagslegum hagsmunum þar sem að þetta er valkvætt eftir ábendingu varðandi meðferð persónuupplýsinga. En hugmyndin er sú að almenningur geti kynnt sér hvaða hagsmuni bæjarfulltrúar og varamenn þeirra eiga, hvaðan þeir þiggja laun og hvaða starfsemi þeir stunda og hvaða eignir þeir eiga, þó með undantekningum eins og heimili, sumarbústaður og þess háttar, og hvar viðkomandi situr í stjórn, í fyrirtæki eða hagsmunasamtökum og fyrirtækjum á vegum bæjarins eins og var rætt hérna áðan. Og allt til þess að það sé það upp á borðinu hvaða hagsmunir eru fyrir hendi ef að kemur til umræðu í bæjarstjórn eða annar staðar mögulega hagsmunaárekstra eða tortryggni, eða það er þó einfalt að kanna þetta í skráningu viðkomandi ef hann hefur gefið það upp. En annars er að sjálfsögðu eðlilegt að spyrja, og svo þetta gilda almenna reglur það að menn megi ekki taka þátt í afgreiðslu mála ef þeir eru vanhæfir, alveg burtséð frá hvort þeir hafa gefið það upp með hagsmunaskráningu eða ekki. En svo vek ég athygli bara hérna á einu máli sem að kom svona upp í umræðu, og það er að það er ekki lagt hér til að skrá stjórnarsetu og trúnaðarstörf í þágu stjórnmálaflokka og stéttarfélaga. Þetta svona kunna verið eitthvað skiptar skoðanir það, því að stéttarfélög auðvitað geta verið á öndverðum meiði við bæjarfélagið í tilteknum málum. En svona er þessi tillaga núna, og ég rekna með að við munum samþykkja þetta eins og það er, en svo kemur reynsla á þetta og þá hugsanlega viljum við breyta þessu eða öðru. En ég tel að þetta sé bara ágætt eins og það stendur núna. Takk. Bæjarfulltrúi Andri Teitsson lokið máli sínu. Næst ykkur máls bæjarfulltrúi Guðmundur Baldvin Guðmundsson. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, ég ætla ekki að lengja málið, en það bara varðandi þetta stéttarfélagsdæmi sem að bæjarfulltrúi Andri kom inn á áðan. Við vorum einmitt að velta þessu fyrir okkur í dag, það mætti ekki, en þá kom í ljós í rauninni að þáttaka í stéttarfélagi það er sem sagt, það er persónuvernd, þannig að það er ekki, mann er ekki skylt að gefa upp þáttöku í stéttarfélagi, og þetta er bara evrópskar reglur persónuvernd. Og það var það sem að Halla Margrét sagði mér í dag þegar Halla Björk vorum að forvitnast hvernig þetta á þessu stæði, og það er málið að þetta er sem sagt persónuverndarmál, og það má ekki gefa upp stéttarfélög.
Þannig að þess vegna er þetta í reglunum að það þurfa ekki að gefa upp stéttarfélög, bara svo það sé sagt. Það er bæjarfulltrúi Guðmundur Baldvin Guðmundsson lokið máli sínu og það glimtist bara að upplýsa bæjarfulltrúi Andra Teitsson því við vorum að velta þessu fyrir okkur í samhengi við orðið laust. Næst tekur til máls bæjarfulltrúi Hlynur Jóhannsson. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Ég var að velta fyrir mig fyrst að nú talið upp þannig að hvar allir sitja í hvaða stjórnum og nefndum, hvort það ekki að fylgja líka hvað við þiggjum í laun fyrir það. Þannig að það sé bara opinbert fyrir alla sem eru hér á Akureyri hvað við þiggjum í laun og hvar við sitjum á vegum bæjarins. Takk. Bæjarfulltrúi Hlynur Jóhannsson lokið máli sínu, orðið laust. Er það tillaga sem átt að koma? Nei. Næst tekur til máls bæjarfulltrúi Sóley Björk Stefánsdóttir. Þegar ágætu bæjarfulltrúar, ég vil bara taka undir bæjarfulltrúar Hlíni. Mér finnst að hvort sem það er gert þarna eða einhvers staðar annars staðar þá eigi að vera auðvelt fyrir íbúa bæjarins að sjá hverjar eru greiðslur kjörinna fulltrúa fyrir störf á vegum bæjarins. Mér finnst það bara eðlilegt. Bæjarfulltrúi Sóley Björk Stefánsdóttir lokið máli sínu, næst tekur til máls bæjarfulltrúi Eva Hrund Einarsdóttir. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Ég tek alveg undir þessi skoðun Hlyns, bæjarfulltrúa Hlyns og bæjarfulltrúa Sóleyjar og hefur aðeins rætt þetta við bæjarfulltrúa Hlyn. Það sem að eins og staðan er allan núna þá eru upplýsingar okkur bæjarfulltrúa inn á vef Akureyrarbæjar. Og þar koma fram allar þær nefndir eða stjórnir sem við sitjum í á vegum bæjarins. Þannig að það er spurning hvort að hugsanlega myndi þar vera bara sett inn hvað það þýði að vera í þeirri stjórn, hvort að hún sé kauplaus eða hvort það sé greitt fyrir það og hvað þá mikið. Ég held að það yrði auðveldara því að það eru hvað sem er starfsmenn bæjarins að setja þessar upplýsingar inn, að þeir setji bara inn þessar tölur þá bara hvað er greitt fyrir fund eða hvað er greitt á mánuði fyrir þessa setu. Ég held að það verði einfaldara heldur en að við setjum það inn í hagsmunaskráningu og síðan þar að taka saman eftir ári fyrir hverja nefnd hvað við höfum fengið. En hugsun hjá okkur með hagsmunaskráningunni og með því hvernig við leggjum hana fram núna er að hún sé einföld og við sem ekki að skráfa mikið allan til að byrja með því að markmið hjá nefndinni var að fá sem flesta til að gera þetta og þetta tekur alveg tíma og fólk þarf að sanka sér upplýsingum til að setja þarna inn þannig að við vorum allan að pælingin hjá okkur var að byrjum einfalt og bætum svo við en mér finnst þessi tillaga frá bæjarfulltrúa Hlyn mjög góð og mér finnst tilefni til að við allavega skoðum þetta. Ég legg þó til að við samþykjum hagsmuna leiðbeiningarnar hagsmunaskráningu eins og hún er núna, tökum síðan umræðina hvort við viljum láta setja þessar upplýsingar inn yfir höfuð sem ég reyndar á og hvort að ég þá frekar heima þar sem upplýsingar okkur eru nú þegar og okkar nefndarstörf eða þá áhugsanlega sameina það og það sé þá fulltrúi frá bænum sem setji hluta af þessu inn og við sem setjum hluta til upplýsingar inn í hagsmunaskráningu. Þannig að þetta var bara það sem ég vildi koma framfæri. Það er bæjarfulltrúi Eva Hrund Einarsdóttir lokið máli sínu, orðið laust. Sem fleiri hafa ekki hvatt sér hljóðs þess að geta samþykkt leiðbeiningar hagsmunaskráningu, gefum merki. Það eru 11.